Loks hérna bók sem að kom út núna fyrir nokkru. Brakið eftir þessu Sigurðardóttur. Spennandi bók. Hún komin í sama fasa og Arnaldur Indriðason sem við sá að reyna að koma með bók á hverju ári á jólamarkaðinn. Já, hún náttúrulega peningamarskína fyrir sitt forlag. Og það svo sem ekkert skrítið að skuli verið sett á hana svo krafa að hún skili einni bók ári. En þá verður höfundurinn auðvitað að hafa tíma til að skrifa verkið. Og þetta bara ekki skrifað verk. Þetta ekki fullunni verk, þetta uppkast. Þetta eiginlega hraklega illa samið verk. Og eiginlega, sko, það alveg furðulegt að bók sem svona slök skuli ná þessari metsölu. Ég verð bara að segja svo Sko, ég held að Yrsa sitt alltaf að græða bókinni í fyrra. Sem að mér fannst mjög vel heppnuð. Mér fannst hún skemmtileg og mér fannst hún spennandi. Flottleikinni. Þarna sko plottið alveg lafþunnt og þarna eru setningarnir heilu kaflarnir sem að maður bara hristir höfuðið yfir. Þetta bara svo vond íslenska og langar lýsingar á hlutum sem skipta engu máli. Þannig að ég fann nú enga spennu í þessu verki. Nei. Pál. Dálítið til í þessu. Dálítið til í þessu því miður. Það hefði verið mjög æskilegt. Yrsa hefur nú lýst því í viðtölum upp á síðkastið að þetta sé nú svona hjástoð í hennar lífi en hún sé samt sem ára að taka sér alltaf 12 mánuði til þess að vinna hverja bók og það sé talsvert álag á haustinn og ég held að það sé ósanngjarnt fyrir höfund sem að nýtur þessarar hylli og þessarar sölu sem að virðist vera að eiga sér stað núna að henni sé gert það að vinna undir þessum kringumstæðum og skila verki sem að svona ástatum. Það sem að mér finnst plottið alveg þokkalegt í þessari sögu en það verður bara því miður að segja það að textinn sjálfur, íslenskan á honum, hugsunin í setningunum, skipun setningana, hvernig það unnið, það hefði held ég, flestum tilvikum kallað á það að útgefandinn hefði beðið höfundinn að bíða eitt ár til og ef að útgefandunum hefði verið svona brýnt í brók að koma bókin út, þá hefði hann látið einhvern annan hjálpinni við að klára hana. Já. Sko nú verið að setja upp þessa miklu keppni milli Arnalds og Yrsu, sko. En það náttúrulega bara business tricks. Já. Sko þetta að selja, og einhvern veginn einhverjum sem Yrsa væri að seljast betur og ég nú þetta með þá kenningu að þessi skákin sem fæli frá í bók Arnalds, þetta nú kannski svona grínkenning á mér að Íslendingar séu, sérstaklega Íslendingar konur séu svo leiðar á allir þessu skákdóti en þetta virðist vera eitthvað svona keppni. Já, það nánast svona eins og tippakeppni milli þessar forlaga. Keppnin búin til af spinndoktorum forlagana og blaðamönnum sem hafa ekki neitt að skrifa. Að fara að rífast og hafa í rauninni enga forsendur til að segja það sem þeir eru að segja vegna þess að það eru engar upplagstölur, það eru gefnar upp upplagstölur fyrir prentuð rit, það veit enginn á þessu stígi málsins hvað að seljast í eintökum. Og það skuli vera blásið upp miðjan desember að það sé komin einhver roksala í bækur, það bara bull.